kynningafund raunfærnimat á Sjúkraliðabraut og það sem við ætlum að tala núna á þessum fundi við fjöllum aðeins hvað raunfærnimat almennt og síðan tölum við náttúrulega raunfærnimatið á Sjúkraliðabrautina sérstaklega, hvað þetta mats og kannski það hvernig raunfærnimatið fer fram og hvað þátttakendur þurfa semst að gera. Svo höfum við, eins og ég sagði, spurningar í restina og þið minnið mig bara á að slökkva upptökuna áður en að því kemur. Og endilega þá bara punkti hjá ykkur ef þið hafið einhverjar spurningar eða vakna einhverjar svona spurningar á leiðinni. Við þurfum að byrja á því að tala eins í hvaða umhverfi við erum að vinna og hvað það sem býr semst að baki raunfærnimatinu. Framvegis við erum símenntunarmiðstöð sem starfar meðal annars eftir lögum framhaldsfræðslu þar sem kveðið á að bjóða upp á vottaðar námsleiðir, náms- og starfsráðgjöf og raunfærnimat fyrir fullorðna sem hafa ekki útskrifast úr framhaldsskóla og þetta sem sagt kostað af ríkinu. Þetta sem sagt markhópurinn okkar, fullorðnir sem hafa ekki lokið námi í framhaldsskóla, annaðhvort aldrei byrjað eða hætt í námi af einhverjum orsökum. Og ástæða þess að ég tala þetta að það líka talsvert af fólki utan markhópsins sem hefur áhuga á raunfærnimati og þá ágætt að vita svona á hverju þetta byggir. Og punktarnir þarna eru hluti á markmiðum laganna og þetta eru svona þeir sem koma einna mest inn á raunfærnimatið. Þannig að raunfærnimatið byggir sem sagt á lagalegum stoðum og við erum sem sagt að framkvæma þennan hluta lagana í þessum raunfærnimati. Ok, og hvað svo raunfærnimat? Það mjög eðlileg spurning af því þetta svona hugtak sem flestum bara ekkert þjást og ég vissi til dæmis lítið þetta áður en ég byrjaði að vinna hér. En raunfærnimat gefur fólki sem hefur unnið tiltekin störf tækifæri á að fá hæfni sinna metna til eininga í framhaldsskóla og það litið svo litið á þetta þannig að hvar hæfnin aflað skiptir ekki öllu máli heldur hvort að viðkomandi býr yfir færninni. Og grunnhugmyndin í raunfærnimati að nám fari fram víðar en í hinu formlega skólakerfi og rétt að fólk eigi að geta fengið það nám metið. Þannig getur fólk til dæmis stytt nám í skóla þar sem það þarf ekki að sitja áfanga sem fjalla efni sem það kann og bara þekki mjög vel. Og í raunfærnimati semst verið að skoða hvað viðkomandi kann raunverulega en ekki til dæmis meta út frá tíma. Það að segja þú veist ef einhver hefur unnið tiltekið starf leiðir það ekki sjálfkrafa til þess að fá eitthvað metið. Og tilgangur raunfærnimatsins þannig að fá hæfni sína staðfesta eða viðurkennda, skjalfesta, skráða og þannig til dæmis hægt að stytta nám. Í raunfærnimati á móti námskrá eins og sjúkraliða raunfærnimatið að þá verið að skoða hvort einstaklingur býr yfir hæfni sem sett fram í námskránni. Hver og einn áfangi í framhaldsskóla með ákveðin hæfniviðmið og til þess að standast áfangan þarf nemandinn að sýna fram á hann búi yfir hæfninni sem tiltekin í námskránni. Þannig segjum við að hæfniviðmið áfanga til grundvallar í raunfærnimati. Þú þarft sem sagt að kunna og geta það sem stendur í námskránni til þess að fá áfangan metinn. Þegar fólk fær áfangametinn eða metna í raunfærnimati það skráð í INNU sem umsjónarkerfi framhaldsskólanna. Við setjum í einkunn og staða áfangans lokið. Þetta þá komið á námsferilinn hjá viðkomandi og skólarnir eiga að sjá það og þetta þýðir að áfangi sem fæst metinn í raunfærnimati hefur sama gildi og ef honum hefði verið lokið í skóla. Og þarna komið svona þessi beina tenging við að stytta nám. Til þess að ljúka náminu að þá tekur einfaldlega þá áfanga á brautinni sem þú hefur ekki lokið, hvort sem það í skólanum eða í raunfærnimatinu. Þetta svona almennt raunfærnimat sem hluti af framhaldsfræðslu sem við störfum innan en núna ætlum við að skoða náttúrulega sérstaklega matið á Sjúkraliðabraut. Fyrir hvaða fólk þetta raunfærnimat? Það í fyrsta lagi fyrir markhóp framhaldsfræðslu, raunfærnimatið búið til fyrir hann
Ég talaði þann hóp áðan, það eru þau sem hafa ekki útskrifast úr þriðja þrepi í framhaldsskóla eins og það til dæmis stúdent og iðnnám og annað slíkt. Og í raunfærnimatinu bætast við 2 skilyrði til þátttöku, það að hafa náð 23 ára aldri og hafa starfað í viðkomandi geira í minnst 3 ár. Og í okkar tilfelli núna þá það umönnun eða aðhlynning eða tengdum störfum í að minnsta kosti 3 ár. Þau sem falla ekki undir markhóp framhaldsfræðsluna, þau greiða sjálf fyrir matið, einfaldlega vegna þess að fræðslusjóður fjármagnar raunfærnimatið fyrir markhópinn. En þeir sem falla fyrir utan markhópinn, þau greiða sjálf fyrir raunfærnimatið úr eigin vasa og eins og þið sjáu þá þetta talsverður kostnaður, grunngjald 198.000 og svo 2.440 krónur fyrir hverja metna einingu. Það talsvert af fólki utan markhóp sem hefur komið í raunfærnimatið og þá hafa held ég bara öllum tilfellum stéttarfélög tekið þátt í kostnaði. Og eins og í öllu öðru þá þarf fólk að leggja út fyrir þessu og sækja svo styrki sitt eigið stéttarfélag. En burt sér frá því hvort fólk í markhópi eða ekki, þá krafan alltaf 23 ára aldur og hafa unnið í að minnsta kosti 3 ár. Við erum að meta fólk formlega inn á brautina eða meta hæfni þessi viðfangsefnum áfanga sem til mats og við hjá Framvegis við erum ekki að kenna sjúkraliða braut en áfangarnir sem að fólk fær metnað í raunfærnimatinu eru gjaldgengir og eiga að gilda í öllum skólum en það sem skólameistarar hafa þarna svolítið rúmt ákvörðunarvald til að ákveða hvað metið. En það nýbúið að stækka matið, þannig að það eru fleiri áfangar til mats, ég fer betur í það eftir smá. Ferlið í raunfærnimatinu þetta. Við fylgjum algjörlega þessi ferli og við leggjum áherslu á að þátttakendur noti líka heimasíðuna okkar til að fylgjast með því sem næst á dagskrá og þar birtast til dæmis krækjur á fundi, bókanir í viðtal og annað slíkt og þar má líka nálgast ýmis gögn eins og skimunarlista og færnimöppu. En skráningin sem sagt búin og við erum núna í kynningu og þessi kynning eins og þið vitið hún tekin upp og verður sett á netið, það einfaldlega ekki allir sem að komast á þessum tíma. Næst á dagskrá þá skimunarviðtal og ég búin að setja krækju inn á heimasíðuna og við byrjum viðtölin á morgun og þau verða alveg í viku, svona til að byrja með allavega. Og allir þáttakendur þurfa að skila gögnum, sum ykkar eru þegar búin að senda staðfestingu á starfi og eitthvað annað slíkt, en við kíkjum bara betur á það í skimunarviðtali með viðkomandi. Síðan þegar skimunarviðtali lokið þá færniskráning og þetta eru 2 fundir þar sem við í sameiningu fyllum út færnimöppu. Þetta eru fundir sem ég hef yfirleitt boðið upp á 2 fundi og fólk velur bara annan tíman og þarna erum við bara á línunni í klukkutíma og fólk fær þá aðstoð sem þarf við að fylla út færnimöppuna. Og síðan seinni færniskráningin sem sagt matslisti og þar mætir matsmaður og þar getur verið þáttakendum innan handar af því að ég ekki sérfræðingur í innihaldinu, ég sérfræðingur í þessu ferli en matsmennirnir eru vissulega sérfræðingar í innihaldinu. Síðan eftir að færniskráningunni lokið þá kemur svolítið í ljós hvað áfangar eru til mats hjá hverjum og einum, það ákaflega misjafnt og þá setjum við upp matsamtöl sem eru ég og þú og matsmaður og þar í raun og veru fer endanlega matið fram, það að segja hvort að fólk fær áfangan metin eða ekki. Matsamtölin það misjafnt, þau eru mörg, þau geta verið í sumum tilfellu jafnvel bara 1 að veru fáir áfangar til mats og upp í 3-4, það svolítið þetta misjafnt. Síðan það útskrift og útskriftin í raun og veru, þá eru einingar skráðar í innu og þið fáið staðfestingu á metnum einingum
og síðan loka viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa sem í þessu tilfelli ég. Þetta ferli alveg línulegt. Við ljúkum skimunarviðtalinu áður en að færniskráning fer fram og það þurfa öll gögn að liggja fyrir áður en að matssamtölin fara fram. Þannig við flökkum ekkert með þetta. Þetta bara ferli sem að allt raunfærnimat í landinu í raun og veru fer eftir. Ég ætla að tala aðeins þessa skráningu. Þetta fyrsta skráning á eigin færni og þetta sem sagt skimunarlisti og þarna sér fólk mjög fljótt hvort að á erindi í raunfærnimatið eða ekki og þið fyllið þetta út, ég sendi þetta örugglega á ykkur bara, á ykkur sem skráð á póstlista hjá mér, sendi þetta á eftir og þið þurfa að senda þetta tilbaka á netfang sem bara fyrir raunfærnimat hjá okkur og þarna erum við svolítið að skoða hvort að fólk í raun og veru á erindi í raunfærnimatið. Skimunarviðtali notum við það, förum yfir skimunarlistan, athugum hvort að fólk semst hefur unnið í 3 ár, orðið 23 og í markhópi og við förum nánar út í ferlið, þá ósköp eðlilegt að fólk nái ekki hvernig þetta gengur allt fyrir sig á einum svona kynningafundi og það þarf að skila inn þessari staðfestingu á starfi að minnsta kosti 3 ár og staðfestingu á fyrra námi, þetta þannig að ég skrá ykkur í innu, þá sé ég námsferilinn ykkar, en ef það einhver námskeið, eitthvað fyrir utan sem ekki skráð í innu, þá þurfið að senda mér það. Þið bókið sjálf skimunarviðtöl og það komin inn krækja og ég sendi hana til ykkar á eftir bara. Ok, já, þetta semst núna í febrúar. Færniskráningin, hún verður líka núna í febrúar og það í fyrsta lagi færnimappa, það upplýsingar náma, störf og aðra færni og þið skilið því inn áður en þið fáið matslistan. Matslistin ekki sendur til ykkar nema þess að ég búin að skila inn öllum gögnum áður, muni ég tala þetta væri línulegt og í matslistanum þá þið að meta hæfni ykkar gagnvart atriðum sem samsvara hæfniviðmiðum í námskrá. Og færniskráningin unnin á hópfundum nema náttúrulega skimunarlistin, þið vinni hann bara sjálf. Færnimappan, hún hér, þetta Word-skjal sem að þið hlaðið niður og sendið í tölvupósti á raunfærnimat@framvegis.is og hérna áherslan, aðaláherslan þarna að tiltaka menntun, námskeið og störf sem þið hafið unnið sem að tengjast raunfærnimatinu sjálfu, sem tengjast því sem verið að meta. Síðan það talað starfsreynslu og svo menntun og síðan það önnur reynsla á færni og þarna hefur fólk til dæmis verið að tiltaka ef það hefur verið með einhvern náinn ættingja í umönnun eða eitthvað svoleiðis. En við förum betur í þetta á færnimöppu fundunum. Matslistin, þið fáið hann ekki í hendurnar og hann ekki á netinu, þið fáið hann bara eftir þið búin að skila færnimöppu og skila staðfestingu á starfi og skimunarlista og þetta líka Word-skjal sem á sama hátt og færnimappan. Þetta gert á hópfundi. Þetta nýr listi sem var gefinn út í fyrra og hann unnin samkvæmt námskrá VFMA. Það pínulítill blæbrigðamunur á námskránum eftir skólum, getur verið það, en í heildina þetta það sama. Ok, þetta sem sagt sjálfsmat, þarna þið að meta ykkar færni á miðað við hæfniviðmiðin í áfengunum á skalanum 1–4 eftir hvort þið teljið ykkur búið við mikilli þekkingu og færni eða lítilli þekkingu og færni. Þetta áfangarnir sem til mats. Þetta 13 áfangar. Við byrjuðum fyrir 5 árum með 4 áfanga, síðan urðu þeir 6 og svo var þessu bætt við í fyrra. Starfsþjálfun stóð til að hún yrði inn á listanum en það það ekki og ekki neinu raunfærnimati í dag, einfaldlega því að það eru rafrænar ferilbækur sem við höfum bara ekki aðgang að og getum ekki metið.
En þetta alveg, þetta áfangar semst á öllum 3 hæfniþrepum, þetta alls 77 einingar. Brautirnar, sjúkraliða brautirnar rúmlega 200 og sjúkraliða brýrnar 150, tæplega 150 minni mig. Og þetta því alls ekki öll brautin, en þetta getur vissulega stytt námið hjá þeim sem að búa yfir reynslu og færni. Og þó að, þú veist, þegar þið sjáu þetta, þá ekki þar með sagt að þið farið í þetta allt og það eiga alls ekki allir erindi í alla þessa áfanga, til dæmis eins og hjúkrun fullorðinna, þarna 2 efstu áfangarnir, það ákaflega fáir sem að virðast búa yfir þessari færni og mjög fáir sem hafa fengið þetta metið. Og svo til dæmis eins og, svo ég taki dæmi með upplýsingatæknina, að þeir sem hafa ekki gert heimildaritgerð, þeir eiga ekki erindi í mat í þessum áfanga. Og síðan það verknámsáfangarnir, þeir sem hafa ekki unnið á sem sagt öldrunarlækningadeild eða hjúkrunarheimili, þeir eiga ekki erindi í þennan áfanga og sama á við verknám á sérdeildum, að þeir sem hafa ekki unnið þar eiga ekki erindi á þessar deildar, sko, í þetta mat fyrirgefið. Ok, en þetta allir áfangarnir sem til mats, en svo ég ítrykki það ákaflega sjaldgæft að fólk sé að fara í alla áfangana og hvað þá að fá allt metið. Það bara gerist varla. Ok, þegar að allt liggur fyrir, öll gögnin, skimunarlistinn, færnimappan, staðfesting á starfi og matslistinn, að þá fyrir við að púsla saman matsamtölum. Þarna komið ljósa að hvaða áfangar til mats hjá hverjum og einum, og eins og ég talaði áðan að fjöldi matsamtala, það rosalega misjafnt, og þetta mestmegnis samtöl. Við erum með 2 matsmenn sem báðir reyndir kennarar á sjúkraliðabrautum, sem Sigríður Rós Jónatansdóttir og Sigrún Gísladóttir, og þær skipta þessu á sig. Og þarna erum við að tala svona mars-apríl. Og þetta getur verið svolítið púsluspil að finna út úr þessu, bæði minn tíma, ykkar tíma og hjá matsmennunum. En þetta hefst alltaf á endanum. Síðan vottun og skráning, að þá eru metnar einingar skráðar í innu og svo lokasamtal hjá mér. Við fáum oft spurninguna í þessum kynningum, ég þá orðin sjúkraliði ef ég fer í gegnum þetta? Nei, alls ekki. Þetta eins og ég sagði áðan, þetta hluti af brautinni og hluti af þeim einingum sem á brautinu og brúnni, og það algjörlega reynsla og færni hvers og eins sem metin, og þá þarf fólk náttúrulega bara að klára ljúka í skóla. Hérna heimasíðan okkar, semst heimasíða framvegis, og ég ætla að fara inn á heimasíðuna í heimasíðu matsins. Framvegis.is, þarna sem sagt. Þetta sem sagt raunfærnimat og sjúkraliðabraut, þetta síða sem við notum mikið. Hérna til dæmis krækjan. Síðan dagskrá voranar. Hérna krækja þennan fund, hérna komin krækja á skimunarviðtöl, og þið smellið hérna og bókið sjálf viðtöl. Byrjar á morgun og síðan fram á 5. næstu viku, og við sjáum hvort að það dugar ekki alveg örugglega. Við tökum 45 mínútur frá, sem sagt, í skimunarviðtalið, en það misjafnt hvað það tekur langan tíma. Það fer bara eftir ýmsu. Síðan hér fyrsti sjálfsmatsfundurinn. Það eru 2 fundir sem eru nákvæmlega eins, og þið veljið bara á milli 2 tímasetninga eftir sem hentar ykkur betur. Þurfið ekki að skrá ykkur, þið mætið bara annaðhvort 19. febrúar eða 20. febrúar, og þið sjáið hérna tímana, og krækja á fundina eru birtir hér. Og hérna færnimappan sem mörg sem koma á þessa fundi eru búin með hana, en fá það bara staðfest hvað þið hafi verið að gera rétt og senda svo færnimappina í kjölfarið.
En það ósköp eðlilegt að hafa einhverjar spurningar hér og við förum yfir það á þessum fundum hérna. Síðan matslistinn, það hérna 25. og 26. febrúar og aftur eins og með færnumöppufundina þá veljið þið annað hvort og þið fáið tölvupóst hérna með matslistanum þegar öll gögn liggja fyrir og síðan bara matsamtöl og við finnum út úr því þegar öll gögn eru komin. Já. Ok, þannig að þetta síðan sem við notum heilmikið. Næstu skref hjá þáttakendum sem sagt að skrá ykkur í skimunarviðtal, fylla út skimunarlista, finna til gögn nám og staðfestingu á starfi og mæta svo í skimunarviðtal. Eftir það eru þessir sjálfsmatsfundir, færnumöpp og gátlisti og mæta svo í matsamtöl. En skrá ykkur í viðtal, fylla út skimunarlista, finna til gögn og mæta viðtal. Það svona það sem næst á dagskrá. Hérna bara þessir upplýsingar netfangi mitt, en öll gögn á að senda á netfangi raunfærnimat@framvegis.is. Ég sendi pósta á þennan hóp sem skráði sig núna eftir úr því netfangi, þannig að þeir eru komið með það og þið sendi síðan öll gögn í það netfang. Bíðið nú við, hætt að deila. Ok, ég held ég hætti bara að taka upp hérna. Þannig að upptöku lýkur núna.